Halleluja. Þið tilbúin í þetta? Alveg möguleika að fá kannski aðeins meira ljós. Lítið ljós? Ljós yfir mér? Já, ok. Það aðalmálið. Nei, tjók. En mér langar til þess að, já, við ætlum að benda ykkur á þetta hér. Það sem við ætlum að gera á þessu ári, og það gríðarlega mikilvægt og ég vil að allir taki þátt. Þið getið einfallega tekið mynd af þessu hér. Og þá komist inn í appið okkar, við erum að lesa Nýja testamentu og við ætlum að gera það á einu ári. Ég hvet ykkur til þess að vera með og það spjallhópur líka, þannig að við lesum einn kafla í einu og svo spjöllum við það út að það svo mismunandi hvað fólk að fá úr köflunum og þetta algjörlega magnað. Við fjölskyldan erum reyndar að lesa saman alla biblíuna og svo bætist þetta ofan á og þetta svo magnað. Og maður finnur hvað Guð að gera mikið fyrir þann kraft sem felst í orði Guðs. Það fleiri að lesa og maður finnur það, fólk að styrkjast í trúni. Það bara gerist náttúrulega þegar þú hlustar að lesta orð Drottins. Þannig að það sem við ætlum að gera á þessu ári, og kannski fer betur í það á eftir, við ætlum að vera rosalega dugleg að lesa orð Drottins. Á nýju ári. Þá mjög mikilvægt að horfa tilbaka og skoða það sem vel gert og við ætlum að gera enn betur það sem vel gert en það líka svo mikilvægt að horfa fram á við. Og ég hef sagt það út af því að þið vitið það, ég var deildarstjóri í banka, ég svolítið mikið svona peningamanneskja, fólk sem að skrifa niður markmið sín nær þeim. Það miklu meiri líkur þegar þú skrifar niður markmiðin þín að þú náir þeim. Þau þurfa að vera mælanleg, þau þurfa að vera góð. Og mér langar bara að segja ykkur hér, varðandi fjármál, þá ganga fjármál kirkjunar afskaplega vel. Guð að blessa og Guð að blessa kirkjuna til þess að geta verið blessun. Halleluja, má ég heyra amen. Þannig að það sem við ætlum að gera á þessu ári fyrir okkur persónulega, ég vil nefnilega þessi kirkja, hún nái árangri andlega, hún nái árangri fjárhagslega, ég vil hún nái árangri í öllu því sem hún tekur sér fyrir hendur. Halleluja. Og við ætlum að rísa upp og vera allt það sem að Guð hefur kallað okkur til þess að vera. Við ætlum að rísa upp út af því að Guð hann hefur sagt við okkur að við eigum að lifa og yfirblífa. Það þýðir að sigra, að gera meira, halleluja, að fljúga upp á vængjum sem ernir. Og ég ætla bara að minna ykkur á, örnin lítur á óveður, brjálaveður sem áskorun til þess að fljúga hærra. Það það sem við ætlum að gera þessu ári. Við ætlum að fljúga hærra. Og ég til í þetta. Og hérna kemur tilgangur Smára kirkju, bara þannig að við sögum með það alveg á hreinu. Ég ætla samt að halda áfram, Alli. Ég ætla að halda áfram. Halleluja. Þannig að það sem við ætlum að gera á þessum tíma, við ætlum að skerpa fókusinn og við ætlum að setja okkur markmið. Við viljum gera betur á þessu ári og hver sýnin okkar? Og mér finnst mjög mikilvægt út að ég hef alltaf gert þetta fyrir okkur sjálf, mig og alla og fjölskyldun og og við höfum innrætt þetta með börnunum okkar, við setjum okkur alltaf markmið. Hugsiði ár fram í tíman, hvar viltu vera eftir ár, hvar viltu vera eftir 5 ár? Og ég bara lofa ykkur því út að við höfum alltaf gert þetta, ég og Alli, bara ég ætla að tala svona praktískt, við höfum alltaf greitt inn á höfuðstóla lánum, við höfum alltaf sett til hliðar, alltaf þegar við höfum skrifað það niður, það sem við höfum alltaf að gera, höfum við náð markinu. Þannig ég hvet ykkur til þess að gera þetta og ég hvet ykkur líka til þess að gera þetta í Guði. Hvar vil ég vera eftir ár í Guði? Það skiptir mestu máli. Og við ætlum ekki að vera bara, þið vitið, í ykkur sorry, afsökun, bara, aumingja nei. Við ætlum að líta allar kringumstæður sem ástæðu til þess að rísa hærra. Og þegar Guð tekur gegnum erfiða reynslu, að þá ætlum við að segja Drottinn, þakka þér fyrir það. Því að það gerir það verkum að þú lækkar rostan í mér. Minna mér meira af þér. Halleluja. Þannig ætlum við að fara í gegnum allar kringumstæður lífsins. Þannig að þetta allt blessun. Þetta allt blessun. Mér langar til þess að ræða við ykkur í dag. Hvað það sem að skilur varanlega arfleið? Við sem kirkja, við sem einstaklingar út af kirkjan bara hópur fólk sem að mætir saman. Við þurfum að læra að leiða.
Við höfum of lengi verið leitt af sérhverjum einhverjum, þið vitið, það sem að kemur fram í fjölmiðlum eða það sem að ríkisstjórnin segir hverju sinni, við þurfum að læra að vera leiðtogar. Og þú hugsar kannski, Sibba, ég bara ekki leiðtogi. Jú, þú ert það víst. Þú ert leiðtogi til dæmis yfir þínu lífi. Þú hefur áhrif á bæði nær umhverfið þitt, þú hefur áhrif á vinnustæðin, þú hefur áhrif á fólk sem að þú kemur í návist við, þannig að þú hefur áhrif á svæði. Og við þurfum að vita það að við erum höfuð en ekki hali. Og þegar við göngum inn í kringumstæðnar, þá verðum við að muna það að Guð hefur gefið okkur vald yfir sérhverjum kringumstæðum. Halleluja! Og vitið það, þetta vald var dýru verði keypt á krossunum. Og ég ætla að nýta það vald sem að Guð gefi mér svo sannarlega til góðs. Til þess að byggja upp Guðs ríkið. Þannig að það verði eins og það á að vera. Sterkt og öflugt. Því að hlíðar heljar verða kirkjun ekki yfir sterkari. Kirkjan þarf öflugt fólk sem að þorir að leiða eftir ómenguðu orði Guðs. Og ég vil segja það aftur, eftir ómenguðu orði Guðs. Einkunnur á kirkjunar við erum besta útgáfan á okkur sjálfum í Guði. Við ætlum að vera besta útgáfan á okkur í drottni Jesú Kristi. Við ætlum að elska alla, við ætlum að þjóna öllum, við ætlum að lyfta fólki upp og við ætlum að blessa það. Við ætlum að sjá fólk ná árangri á þessu ári. Halleluja. Og við ætlum að sjá fólk vaksa upp í Guði. Halleluja. Takk Jesús. Og mér langar til að benda á nokkur atriði sem að Páll talar við Tímóteus. Og það eru 3 atriði sem ég vil fara í hér í dag sem að geta gert það verkum að það sem að við gerum mun blessast. Það sem að við gerum verður í vilja Guðs. Það sem að við gerum verður arfleið til framtíðar. Og mér langar til þess að við skoðum þessi vers og við höfum augun opin og eyrun. Þannig að við heyrum það sem að andinn að segja söfnuðinum. Og andinn að tala við okkur. Andinn búin að vera að hrista kirkjuna. Og nú þarf kirkjan að vakna upp og taka stöðu sína sem aldrei fyrr. Því að við ætlum að fara að sigra þetta land. Og ég fer betur út í það á eftir. Hvernig við sigurum landið. En þetta vers og þessir kaplar sem mig langar að fara í Páll að tala við Tímóteus. Páll átti 2 andlega syni. Það voru þeir Tímóteus og það var Títus. Hann elskaði þá eins og börnin sín. Þarna var Páll að skrifa frá Róm. Það var búið að taka hann fastan. Hann var í dýflissu, hann var í fangelsi, hann var í vondum málum en þú sást ekki á honum, þú heyrðir ekki á honum að hann var í vondum málum því hann gaf Guði þakkir og lofgjörð í öllum kringumstæðum. Halleluja. Þetta síðasta bréf Páls sem hann skrifar í sínu lífi. Þar að leiðandi það sem að Páll að segja í þessum brefum og sérstaklega í seinna Tímóteusarbrefi, þetta síðasta bréf Páls sem hann skrifar. Hann veit hann að fara að deyja. Hann vil koma kyndlinum áfram til þeirra sem að fara að taka við. Þannig að orð Páls í þessu brefi hafa mikla vigt. Og þau hafa mikla vigt fyrir mig og þig í dag. Við getum lært af þeim svo sannarlega. Og við ætlum að lesa hérna nokkur vers. Við byrjum í 2. Tímóteusarbrefi í 1. kafla í 13. versi. Farðu eftir heilnæmu orðunum sem þú heyrðir mig flytja. Og tilenga þér þá trú og þann kærleika sem Jesús Kristur veitir. Og vinir, ef við gerum einhvað og okkur skorti kærleika, þá betra fyrir okkur að gera ekki neitt, því að kærleikurinn allt. Hann skiptir öllu. Kærleikurinn dó fyrir okkur. Og því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engillinn. Það var í gegnum kærleika til Guðs sem hann gerði allt þetta fyrir okkur sem hann gerði, fór upp á krossin og dó fyrir okkur og reis upp á 3. degi. Höldum áfram. Tilenga þér þá trú og þann kærleika sem Kristur Jesús veitir.
Númer 14. Varðveittu hið góða sem þér trúa fyrir, með hjálp heilags anda sem í okkur býr. Og hann í raun að segja, sonur, ég elska þig, en mundu það sem ég að segja við þig, varðveittu það orð sem ég að segja. Ekki bara hlusta á það, heldur taktu það inn í þig og leyfðu því að vera hluti af lífið þínu. Leyfðu orðinu að vera hluti af þér. Vertu í orðinu og varðveittu það og farðu vel með það sem ég hef gefið þér. Því að það allt þér fólkið í Kristi Jesú. Og vinni, það sem að Páll að segja, það svo mikilvægt að þekkja heilnæma kenningu. Það svo mikilvægt fyrir Kristi fólk að vita hvað Biblían segir. Og það eru ismar og alls konar hérna úti sem að reyna að rugla okkur. En við sem Kristi fólk, við erum rótföst í sannleikunum. Og við förum ekki eins og villur ráfandi sauðir fram og tilbaka. Við erum staðföst í Kristi. Halleluja. Og hann leggur áherslu á það við Tímóteus. Vertu í Drottni. Varðveittu heilnæmi orðin. Passaðu upp á kenninguna. Hún mikilvæg. Varðveittu hið góða. Og hann raun að segja við hann, Tímóteus, þú getur þetta ekki eigin mætti. Þess vegna Guð búinn að gefa þér heilagan anda, hann mun styrkja þig. Og mér langar að segja við ykkur í dag, þú kannski að byrja á göngunum með Guði, hafðu ekki áhyggjur því að Guð mun styrkja þig. Guð mun blessa þig. Hleyft honum bara inn og leyfð honum að tala til þín, hann mun styrkja þig á göngunum með sér. Og það sem að Páll að segja, hann að ítreka fyrir honum ekki einu sinni heldur tvisvar. Hann gerir það aftur. Og við ætlum að fara í þau vers. Í vers númer 15. Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín. Og fer rétt með orð sannleikans. Og mér langar að leggja aftur áherslu á það. Fer rétt með orð sannleikans. Út af því að í dag þá rosalega mikið af villukenningu. Þetta snýst Jesú. Þetta snýst Jesú. Og látum ekki fólk afvega leið okkur með hverskins hégómlegum orðum. Fylgjum ritningunni. Halleluja, má ég heyra amen. Halleluja, þetta gott. Ef þið viti ekki að því þá þetta gott. Takk Jesús, halleluja. Sem fer rétt með orð sannleikans. Svo númer 16 og þá kemur þetta fram, forðast þú vanheilagt hégómatal sem leiðir aðeins þá sem stunda það til aukins guðleysis. Með öðrum orðum, gerðu hlutina rétt. Vandaðu þig. Passaðu þig. Vertu kappsamur eftir sannleikunum. Vertu eins og hnefaleikamaður sem engin vindhögg slær. Ekki bara gera eitt í dag og segja eitthvað allt annað á morgun. Vertu samkvæmur sjálfu þér alltaf. Þannig að fyrsta sem ég vil benda ykkur á, sem að Páll að kenna okkur, hæfni. Og hvernig verðum við meira hæf á göngunum með Guði með því að vera í orðinu. Þess vegna vil ég biðja ykkur, verðið hluta samfélaginu og lesið orðið. Ég skal alveg segja ykkur það að þeim vondu tímum sem að einhver tíma muni herja á okkur, þá mun skipta gríðarlega miklu máli að þú setur rót fastur í sannleika Guðs. Ef þú ert það ekki, þá bið ég fyrir þér. Því að það miklu erfiðar að ganga þessa göngu með Guði ef þú ert ekki rótfastur í sannleikanum. Og ég ekki að tala það að þú eyðir 5 klukkutíman á dag að biðja eða lesa. Þú getur tekið stutta bæn. Bæn réttláts manns. Hún megnar mikið. Það það sem hún gerir. Og vinir, þegar við erum í orðinu að þá ekki hægt að rugla í okkur. Við rötum beinar brautir. Og vinir, kirkjan þarf að rata beinar brautir. Hæfni. Hvernig verð ég meira hæf? Með því að biðja, með því að lesa, með því að leyfa Guði að eiga við karakterinn okkar. Erfitt orð, en karakterinn okkar þarf að breytast.
karakterin minn þarf að breytast og hefur heldur betur, Drottinn hefur breytt mér með því að setja mig í alls konar kringumstæður þar sem ég hef þurft að játa mig sigraðan. Hann hefur lækkað í mér rostan og hann þurft að gera það. Jóhanna var bara, já, systir, það þurft að lækka í henni rostan. Ég segi bara, Jóhanna, hugsaðu þig sjálfa. Nei, djók. Dísi Guði, halleluja. Þannig hæfni. Förum við rétt með orð Guðs. Förum við rétt með sannleikann. Þekkjur orðið. Og það sem að mér hefur fundist ábútt og vant, ef ég lít svona heilt yfir, hvað eru margir sem þekkja ekki orð Guðs. Og það sorglegt. Ég verð að segja það. Út af því að því meira sem ég í orðinu, því meira ég sólgin í það. Og ég tók örugglega 2,5 tíma í morgun þar sem ég var bara gegn sósa í orðið Guðs. Enda kom ég fljúandi hérna á samkomunni. Ég kom ekki á bíl, ég kom fljúandi. Þetta var magnað. Ég var bara í 3. himni og ég var bara, það var bara allt að gerast. Þannig ég hvet ykkur til að taka þátt í því og vera hæf. Eins og hann bendir Tímóteusi á, verum hæf. Og hvernig gerum við það? Með því að leyfa Guði að vinna, með því að vera í daglegum samskipti við hann. Og nota bene, þetta ekki eitthvað sem við eigum að setja á sjálf okkur sem eitthvað þungar byrðar. Þetta yndislegt. Það ekkert betra. Við vorum að tala það, ég og Hafrún. Hún var að segja mig frá því. Áður hún fer inn í daginn sinn, fyrir ekki, ég verð bara að segja frá, mestu svo blessað. Að þá les hún tekur upp síman, hún að fylgjast með, hún að hlusta orð Guðs. Það besta leiðin til að byrja daginn. Þannig að mér langar til að hvetja ykkur til að taka þátt og lesa orð Guðs. Við byrjum daginn rétt. Og vinir, við ætlum að vera meira hæf á þessu ári. Og það sem ég tek líka eftir í Guðsríkinu, það svo margir að tala. Það svo margir að tala og það margir að tala alls konar. En á ávöxtunni þekkist tréð. Ég hætt að horfa á hvað fólk segir og ég farin að horfa á hvað fólk gerir. Ég horfi ekki bara á orð viðkomandi, ég hlusti ekki bara á orð viðkomandi, ég segi, býtu, hvernig fjölskyldulífi hjá þessum? Hvernig þetta hjá þessum? Á hann vini sem varir? Eru eðlilegir ávextir í lífans? Og ég bið ykkur, farið að horfa á líf fólks. Ávextirnir, þú lýgur ekki, þú getur ekki rifist við ávexti. Ávextir, af ávextunum þekkist tréð. Þannig að látum ykkur svona fagur gala, spyrjum ávexti. Eru ávextir í lífið viðkomandi. Halleluja. Þannig að við þurfum að árangri og það það sem að Páll að tala við Tímóteus. Það ástæða fyrir því að læknir til dæmis þarf að vinna undir lækni. Það ástæða fyrir því að rafvirki þarf að vinna undir öðrum rafvirkja. Pípari þarf að vinna undir öðrum pípara. Af hverju? Því að þú lærir best á reynslunni og það sem svo gott við reynsluna að þú getur fengið upplýsingar frá þeim sem eru jafnvel búin að ganga lengur með Guði. Það sem að þessi kirkja þarf líka að standa sig rosalega vel í að byggja upp lærisveina. Og lærisveinar, eins og við sjáum bara í lífi Jesú, að þá fengur að ganga með Jesú. Við búum í samfélagi þar sem að fólk að tala saman á Facebook og svo lesu ekkert athvörti það. Við þurfum að leyfa fólki að ganga með okkur lífsgönguna. Við þurfum að rétta við þá sem eiga erfitt með að ganga gönguna og við þurfum að blessa þá sem eru komnin styttra. Má ég heyra amen? Það það sem við erum kallið til að gera. Alveg eins og Páll gerði við Tímóteus. Og hérna kemur í öðru Tímóteusi, 3. kafla í 10. versi. En þú hefur fylgt mér í kenningu, í hegðun, í ásetningi, trú, langlindi, kærleika og þolgæði. Og Páll í rauninni að segja, þú hefur hort á allt líf mitt, þú hefur hort á karakter minn, þú hefur hort á breytni mína alla í Guðsríkinu. Nú ég að fara og ég vil færa þér kyndilinn. Og hann fer líka yfir hvernig hann skal lifa bara praktískt. Og hérna í öðru Tímóteusi, öðrum kafla í 16. versi þá stendur, forðast þú vanheilagt hégómatal,
sem leiðir aðeins þá sem stundar það til aukins guðleysis. Og vinir, í dag að þá þurfum að varðveita varir okkar. Við eigum ekki að vera í kringum fólk sem hefur Guð að háði. Ég hef engan húmor fyrir því fólk sem vil gera lítið úr Guði. Ég stígi burt frá slíkum félagskap. Við þurfum líka að stíga burt frá félagskap þegar fólk að tala illum aðra, komdu ekki nálægt viðkomandi. Ef að fólk að tala illum fólk, þá talar það líka illum þig þegar þú ferð. Verum ekki í kringum fólk sem að baktala. Það engin blessun í því. Og það það sem að Páll að leggja áherslu á við Tímóteus. Þannig hann að leggja áherslu á hæfni og hann líka að leggja áherslu númer 2, framkoma. Þetta gott. Aftur, það sem að Páll segir, þetta svo ofboðslega blessað. Þú þarft að horfa á líf mitt og karakter. En þú hefur fylgt mér í kenningu, í hegðun, í ásetningi, í trú, í kærleika, í þolgæði. Vinir, hvernig við komum fram skiptir máli. Og þessi kirkja kölluð til þess að koma vel fram við fólk. Við blessum fólk. Við uppörfum fólk. Það á að líða betur þegar það hefur verið í návist okkar heldur en þegar það ekki návist okkar. Vinir, kirkjan kölluð til þess að gera þetta. Þannig að fólk talar já, við erum frelsuð fyrir náð, það engin verk. Verkin fylgja. Trúin dauð án verka. Og vinir, þegar við erum búin að taka við konunga inn í okkar hjarta og hann búin að fyrirgefa okkur syndirnar. Hann búin að setja fætur okkar á klettin. Þá eigum við hamingju og tilgang sem ekki eins og neitt annað í þessum heimi. Og það sem við eigum að gera, við eigum að blessa fólk með kærleika, við eigum að uppörfa fólk, við eigum að hvetja fólk áfram. Við eigum að vera snillingar í hvatningu. Af hverju? Því að hann hefur hvatt okkur. Þá ég ekki að meina hvatt okkur, hann hefur verið að hvetja okkur. Best að hafa það alveg á hreinu. Hann ekki búin að kveðja okkur. Við erum bara rétt að byrja. Má ég heyra með hann? Þannig að framkoma skiptir máli. Þetta síðasta bréf Páls áður en hann fer og hann að leggja áherslu við Tímóteus og Títus á framkomu. Og við gleymum stundum þessu praktísku atriðum. Við eigum að elska alla. Og vinni, kirkjan þarf að vera alveg einstök í að hjálpa þeim einmitt sem síst eiga það. Sem að gangi í gegnum einhverja hörmungar. Þeir sem að jafnvel búa á götunni. Við eigum að vera framúrskarandi. Við eigum ekki að gera okkur mannamun. Það eru allir jafn háir og jafn mikilvægir í augum Drottins. Við elskum fólk alveg sama hvað. Og það sem ég gerði, og mér langaði, ég ætla ekki að auglýsa þetta eitthvað sérstaklega, ég ætla samt að gera það hér. Guð lagði á hjarta mitt, og ég ætla bara að nefna eitt dæmi, svo þið getur líka fengið hugmyndum hvernig þú getur blessað út frá þér. Það kona í ræktin okkar, Jóhannu, sem alltaf rosalega duglega að þrífa. Hún á Ellendu bergi brotin. Hún misti manninn sinna á árinu. Og Guð lagði það svo sterkt á hjarta mitt að ég ætti að blessa hana fyrir síðustu jól. Þannig að ég kom í ræktina 23. desember og ég gaf henni inneign svona bankakort. Og mér fannst, vitið það, og ástæðan fyrir því að ég að segja þetta út af því ég vil hvetja ykkur til þess að hugsa með svipum hætti. Hvernig getum við blessa náungan okkar? Hún stóð þarna í ræktinni og hún átti bara hreinlega ekki til orð. Hún fór bara að gráta fyrir frammi og faðmaði mig, þétt og innilega. Vitið það, þetta var ekkert fyrir mig, en þetta var risastórt fyrir hana. Og við þurfum að vera óbúslega meðvituð það þegar við göngum inn í nýtt ár. Hvernig getum við verið blessun fyrir náunga okkar? Og við getum tala blessun, við þurfum að vera blessun. Það munur þar á. Þannig að framkoma, vinir.
Páll að leggja áherslu á hæfni, hann að leggja áherslu á framkomu. Já, þetta nefnilega mjög gott. Ertu kærleiksríkur? Erum við langlynd? Erum við alltaf að skamma fólk? Jóhann alltaf að skamma mig. Það sem ég tók eftir þegar ég var búin að lesa þessi nokkuð vers, það sem að Páll að leggja áherslu á, tilfinningagreind. Og ég ætla að segja þetta aftur, það sem að Páll að leggja áherslu á, tilfinningagreind. Við sem kristi fólk, við eigum að vera sérfræðingar í tilfinningagreind. Við eigum að vaksa í tilfinningagreind. Við eigum að passa upp á framkomu okkar, við eigum að horfa fólk með öðrum augum heldur en, já, allavega ekki með okkar náttúrulega augum, heldur okkar andlegu augum. Við eigum að hlusta. Og þegar við erum í Guði, með því að vera í orði hans, með því að hugleiða orðið, að þá ætlum við að taka því vel sem að Drottinn bendir okkur á. Og það sem að ég vil vera á þessu ári, ég vil vera móttækileg fyrir kritík frá Drottni. Jóhanna var bara, tók upp blað og frá Drottni Jóhanna. Og ég vil, og ég reyndar að grínast með það, Jóhanna má segja alveg inn í líf mitt eins og hún vil, út af því að hún gerir það með kærleika. Það sem við þurfum að gera líka, við erum opin fyrir því þegar Guð að benda okkur á eitthvað. Og það gerir okkur hæfari. Ég var að tala það við dóttur mínu daginn. Mér finnst hún hafa vaxið svo rosalega síðustu svona 2 árin. Búin að vaxa eins og rababari. Hún svo ábyrg og svo les. Það svo gaman þegar maður sér þegar Guð hefur áhrif á líf fólks og það fyrir að vaxa eins og rababarar. Amen. Ég veit ekki okkur ég nota þetta rababara dæmi. Ég hef alltaf gert það. En þegar Biblían leiðréttir okkur, tökum því vel. Tökum leiðréttingu vel. Í 2. Tímóteusarbréfi í 4. kafla í versi númer 2 predikaðu orðið. Gef þig að því í tíma og ótíma, aftur Páll að tala við Tímóteus. Vandaðu ávittu, uppörfa, stöður í þolum og fræðslu. Því að þann tíma mun bera menn þola ekki hina heilnæmu kenningu. Heldur hópa sér kennurum eftir eigin fýsnum til þess að heyra það sem kitlar eyrun. Og vinir, ég vil að við séum kirkja sem erum ekki bara með boðskap sem kitlar eyrun, heldur við fyrum heim þegar við bendur okkur á okkur og við iðrumst og við rísum upp og við verðum betri. Má ég heyra með? Halleluja, þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikunum og hverfa af kynjasögum. Og svo segir hann, vera algáður í öllu. Þól illt ger verk fagnaðarboða fullna þjónustu þína. Þannig að númer 3 sem að Páll að benda Tímóteusi á karakter. Hvaða karakter hefur þú að geyma? Og vinir, karakterin kemur fram þegar það ekki allt í blóma í þínu lífi. Þá kemur valið fljótlega í ljós hvað þú velur. Þegar hitinn kemur á, þegar erfiðleika banka dyrum, þá spurning, sendum við Jesú til dyra eða kemur eitthvað upp í okkur sem andstætt vilja Guðs? Ef það eitthvað sem kemur upp í líf okkar sem andstætt vilja Guðs, hafði ekki áhyggjur, hann trúr og réttlátur og hann fyrirgefur okkur syndurnar. Hann nefnilega frábær. En það sem hann svo frábær líki í að benda okkur á hluti sem við þurfum að gera betur. Og þetta ár ár karakters. Þetta árið þar sem við ætlum ekki bara að heyra eitthvað, við ætlum að gera eitthvað. Við ætlum að vera með jafnvægi í okkar lífum og við ætlum að vera með blessun í öllu því sem við gerum. Út af því hann í stafni. Og vinni, ég vil ekki lifa þessu lífi nema hann í stafni. Og fjármálin, þótt ég tala fjármál og allt svoleiðis, þau eru góð. Þetta snýst Jesú. Ég get alveg sagt ykkur það ekkert sem að kemst í, ekki einu sinni með tærnar þar sem hann hefur hælana. Þannig að leitum eftir vilja hans á þessu
þessu ári. Gerum það og gerum það vel. Og Páll að tala karakter. Vinir, kirkjan þarf fólk með karakter. Þegar enginn sér, gerur það sem rétt Þegar enginn heyrir, talar út lofsöngva til Guðsþíns. Þegar enginn sér, hvernig kemur fram við náungan? Hvernig ertu heima hjá þér? Alli, hvernig ertu heima hjá þér? Hann reyndar yndislörn, Alli. En hvernig erum við heima hjá okkur? Erum við erfið? Ég var bara lengi vel alveg hrikalega erfið í sambúð. Ég bara ger mig grein fyrir því núna. Ég hugsa bara, þetta bara kraftaverk hann að við lifa þetta af, hann Alli. En það sem svo briljant við Drottinn að hann elskar okkur. Og hann gefur okkur tækifæri aftur og það gæska Guðs sem leiðir okkur til iðrunar. Það ekki hefnd Guðs, það gæska Guðs sem leiðir til iðrunar. Og vinir, þegar gæska Guðs bankar á hjarta okkar, hleypum honum inn. Ef að Guð í dag eitthvað pikk á hjarta, varðandi einhverja hluti, varða það sem ég búin að vera að kenna hér í dag, lefðu Guð að eiga við það. Við skulum ekki vera eins og fólk sem bara heyrir og fer burt og gleymir vegna áhyggju þessa lífs. Við ætlum ekki að láta áhyggjurnar stela frá okkur því sem að Guð hefur fyrir okkur. Af hverju tala ég þessa 3 þætti? Því að þekking, hæfni, framkoma og karakter mun opna víðar og verkmikla dyr. Guð bara að bíða eftir að ausa blessun sinni yfir okkur. Og við ætlum að reynast hæf, eins og Tímóteus var reyndur hæfur til þess að gera vilja Guðs. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að þetta það sem við ætlum að gera í dag. Og þú spyrði kannski, en ég nú búin að klúðra öllu og svo framvegis. Það alltaf plan B. En það sem við viljum plan A. Það sem mér langar til þess að leggja fyrir ykkur hér í dag að tökum leiðréttingu Guðs leið hún kemur. Blessum Guð í öllum kringumstæðum og vitum það að hann stærri en allar kringumstæður. Má ég heyra amen? Halleluja. Rísum á fætur. Biblían segir, leiti fyrst ríkis hans og réttlætis og allt annað með veitast að auki. Allt. Og eins og ég segi, það gengur allt rosalega vel í kirkjunni. Fjármálin alveg framúrskarandi. Guð búin að blessa okkur alveg svakalega. Það sem að Guð að leita að karakter. Og ég finna hann establishing his kingdom. Hann að tengja fólk saman með svona sérstökum hætti. Og ég finna hann að reisa upp sterkt fólk. Hann að reisa upp stólpa í ríki sínu.